hjarta að hugsa mest sig. Kvöldið svo koldýrt, ég kenndi brjóstum mig. Dýrlega þig dreymi og Drottinn blessi þig. Dýrlega þig dreymi og Drottinn blessi þig. Hátt upp á heiðum hvítir fuglar vaka, vængjunum stóru veifa þeir og blaka. Það eru álftirnar sem kvaka. Handan af hafi, heim í auðni fjalla, vordærin snemma, villta hópinn kalla. Þá nú sungið fyrir alla. Margs að minnast, margt enn á seyði. Bleikur varpinn, bærinn minn í eyði. Syngja þó ennþá svanir fram á heiði. Kvöldið fagurt, sól sest og sefur fugl á grein. Við skulum koma, vina mín, og vera saman ein.
öll blessuð og sæl og verið velkomin í kirkjuna hér í Borgarnesi. Ég vil votta ykkur öllum samúð mína þegar þið komið hér saman til hinstu kveðjustundar til þess að kveðja hana Lóu á Hundastapa og Ólöfu Guðrúnu Guðmundsdóttur. Ljúfir tónar Tindatríósins við undirleik Viðars Guðmundssonar, lífsins orð og bænir og þakkir ykkar allra munu fylgja henni inn í eilíðina. Ég vil flytja fjölskyldunni kveðjur frá fjarstöddum vinum og ættingjum. Það barst kveðja frá Garðari Víði sem minnist góðra sumardvala með þakklæti á Hundastapa, frá Sonju og Peter í Bretlandi, frá Önnu og Fidda fyrir norðan á Finnastöðum, frá Agli Kristinsinni frá Örnólfsdal og frá Guðmundi Steingrímssyni og Jónínu sem eru á leiðinni til Bandaríkjanna. Já, þessi fjarstöddu vinir og ættingjar biðja fyrir kveðjur og hugheilar og þakka fyrir allt og allt. En við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur, merkja okkur sigurtákni lífsins þegar við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Guð, þú einn veist og þekkir það sem á hjörtum okkar hvílir. Þú þekkir sorgir okkar og spurningar allar. Við biðjum styrk til þess að þiggja hver dagur hendi þinni. Við þökkum þér allt gott og alla gleði sem þú gafst í henni Lóu sem nú er horfin. Hjálpaðu okkur að halda fast í góðu minningarnar og virða þau látnu með því að lifa í kærleika. Við leggjum þannig þessa kveðjustund í þínar hendur og biðjum í nafni sonar þíns Jesú Krists. Amen. Þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr. Hún íslenska konan sem hól þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum sigldi hún svarandi haf. Hún sefaði harma, hún vaktir hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Gleðisnauð á,
yfir skæ og loks þegar móðirin lögð í mold, þá lítur þú höfði og tár fall á fold. Þú veist hver var skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. En sólin hún hnígur og sólin hún rís, og sjá þér við hlið þín hamingju dís, sem ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það íslenska konan, takk trúar og vonar, sem hann þér og þér helgar sitt líf. Ritningartextar sem ég hef valið til lesturs hér í dag eru þeir sömu og fluttir voru við útför Ólafs eiginmanns Lóu. Þau voru bæði bændur og áttu svo margt sameiginlegt, eignuðust margt saman á ævinu og þess vegna við hæfi að sömu textar fá að hljóma. Þeir fjalla líka jörðina, ræktun hennar og umbreytingu sáðkornsins. Þarna koma fyrir dýrin og fleira, sköpun Guðs. Fyrir ritningarlesturinn kemur úr sálmónum, Davíðssálmum. Það 8. Davíðssálmur. En þar segir: Þegar ég horfi á himinin, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar, hvað þá maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú gerðir hann litlu minni en Guð, krýndir hann hátign og heiðri, lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, lagðir allt að fótum hans, sauðfénað allan og uxa, og auk þess dýr merkurinnar, fugla himins og fiska hafsins, allt sem fer hafsins vegur. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Amen.
líka gleðina sem hluti af tilfinningaflóru sorgarinnar og við heyrum friðinn sem varðveitir hjörtu okkar. Postulinn hvetur okkur áfram og það segir í bréfi til Filippímanna: verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Amen. Blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, engið fjöllin áin þín, yndislega sveitin mín, heilla mig og heim til sín, huga minn úr fjarlægð draga. Blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga. Fjalladrottning móðir mín, mér svo kær og hjartabundin, sæll ég bý við brjóstin þín, blessuð aldna fóstra mín. Hér á andinn óðul sín, öll sem verð á jörðu fundin, fjalladrottning móðir mín, mér svo kær og hjartabundin. Við skulum rísa á fætur og heyra guðspjallið. Þar höfum við líkingu við himnaríki, þar sem að því líkt við umbreytingu sáðkortsins. En Jesús sagði: við hvað eigum við að líkja Guðs ríki? Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Líkt það mustarskorni. Þegar að því sáð í mold, það smærra hverju sáðkorni á jörðu. En eftir að því sáð tekur það að spretta. Það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreiðrað sig í skugga þess. Og þannig hljóðar Guðspjallsins heilagt orð og við erum sæl þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum það í hjörtum okkar. Amen. Við gengum tvö í rökkuró, við leitum
Kæri söfnuður, já, tilfinningaflóra sorgar ríkir í sínum margvíslegu myndum og mikil eru viðbrigðin að sjá á eftir og verið í kringum ykkur á lífsins leið. Aldur fram og var þeim hjónum og fjölskyldunni allri mikill missir. Nú er komið fram á aðventu og jólin nálgast, óðfluga. Þetta er tími sem getur reynst okkur nokkuð blendinn. Það er viss eftirvænting í loftinu, ljósin loga og skína og lýsa sem vonin í skammdegisþunganum. Og það er þessi hátíð fjölskyldutengsla framundan. Þegar ástvinir koma saman, meðal annars til að minna sig á hversu dýrmætt það er að geta verið til fyrir hvert annað. Þess vegna verður þessi tími líka svo mikil tími minninga. Söknuðurinn eftir því sem var og er ekki lengur. Fólk sem er horfið á braut, horfið sjónum okkar og við myndum framar öllu vilja hafa lengur hjá okkur. Því okkur þykir svo óendanlega vænt það. Og það jafnvel reynst okkur klettar í ölduróti tilverunar. Aðventa og jól fela þannig ótalmargt í sér sem tengir okkur við minningar, tengir okkur við liðna tíð, tengir okkur við þau sem liðin eru. Allar hefðirnar og siðirnir, maturinn, lykt og annað sem augrar skilningavitum, ákveðnar myndir úr umhverfi, hlutir og ýmislegt fleira. Við verðum viðkvæm, tár spretta fram þegar það allt hellist yfir okkur. Ég tala nú ekki fyrstu jólin eftir missi sem þið, kæra fjölskylda, eruð að ganga inn í núna. Þá er einmitt svo dýrmætt og mikilvægt að fólki komi saman og minnist og þakki. Því það er einmitt ræktun tengsla sem helst nærir og græðir þann tengsla missi sem við upplifum og stöndum berskjöldu frammi fyrir í sorginni og missinu. Hundastapi er reisulegur bær á Mýrunum. Hann dregur nafn sitt af 2 stöpum norðan við bæinn en nefnast Hundastapar eða Hindarstapar. Núverandi ábúendur eru dóttir Lóu, Agnes Óskarsdóttir, og maður hennar Halldór Jónas Gunnlaugsson. Þannig að jörðin er enn í fjölskyldunni. Það var Lóu og Ólafi mikið gleðiefni að upplifa það þegar þau hættu búskap árið 2006 að jörðin færi í traustar fjölskylduhendur. Þau gátu búið áfram á staðnum og litið svo í heimsókn eftir að þau voru þaðan flutt hingað í Borgarnes. Það mildaði mikið, því starfslok er viðamikið skref að taka og getur reynst þungt þegar fólk hættir að geta sinnt því sem hefur átt hug þess allan, eins og dýrin, kýrnar sem þau Lóa og Ólafur unnu svo vel saman að því að leggja rækt við og allt var til fyrirmyndar í fjósinu á Hundastapa. Þau byggðu bæinn upp eftir að þau tóku við honum árið 1972, létu byggja nýtt fjós og nýtt íbúðarhús og tóku til við að rækta tún. Þau létu útihús ganga fyrir, enda skepnurnar lífsafkoman og í öndvegi. Hlaðan var til dæmis mikið mannvirki og gárungarnir höfðu orðið að blessunarlega hafi hún verið reist í lágskíðu, annars hefði hún sennilega orðið töluvert háreistari. Unga fólki var þá stórhuga og dugnaðurinn öllum ljós. Lóa gekk í öll verk, hún var ekki síður bóndi en hús Freyja og kunni því afar vel að vera í útihúsum og í kringum skepnurnar. En mörgu þurfti líka að sinna á stóru heimili, með barnahópinn líflegan og jafnvel smiði í mat sem munduðu hamra í uppbyggingunni. Það var ýmis horn að líta og vissulega var það styrkur
að Lóa var öllum hnútum kunnug á Hundastapa enda bernskubærinn hennar. Þar var hún borin og barnfædd, alin upp. Þar þekkti hún hvern hól, hverja þúfu. Foreldrar hennar, þau Guðmundur Jónsson og Sigurbjörg Ólafsdóttir, bændur á Hundastapa, voru bæði orðin nokkuð roskin þegar þau áttu Lóu, fædd bæði fyrir aldamóti 1900. Fljótlega tók bróðir Lóu Magnús við búi, Lóa og Ólafur tóku svo við af honum. Með Lóu eru systkinin frá Hundastapa öll látin, en þau voru í aldursröð Jón, Sigurbjörg, Eðvarð og Magnús, og Lóa var yngst. Fæðingadagur hennar var 20. og 1. september árið 1941, en það var svokallaður fjallreiða sunnudagur. Á þeim sunnudegi var riðið til fjalla í leitir, og meðan að menn voru við þá iðju, leit Lóa fyrst dagsins ljós, og þá kallaðu til sveitungi mýrarkona til að taka á móti heima á Hundastapa. Lóa óx á grasi, hún hafði sína skyldur en það var líka mikið frelsi að alast upp í þekkri sveit. Sumt þurfti samt að varast, eins og gömlu mógrafirnar fyrir sunnan tún, mór var tekin í landi Hundastapa og síðast eitthvað fyrir árið 1960. Móholt heiti til dæmis Holtið norður á bænum. Hún Lóa lærði snemma á landið og kendi síðar börnunum sínum á það sem bjuggu við sama frelsið en þurftu líka að gæta sín til að mynda á mógröfunum. Lóa var 2 vetur í skóla á Varmalandi en síðan voru farkennarar á ferð í sveitinni og hlýddu sveinum og meyjum yfir. Leiðin lá svo í Borgarnes. Á þeim árum þegar Lóa var unglingsstúlka var gjarnan óskað eftir ungmennum á heimili til að styðja við þar sem að húsfreyjur voru nýbúnar að fæða börn. Lóa kynntist ung slíku ábyrgðarhlutverki. En svo fór hún jafnframt í Borgarnes til þess að vinna þar á sláturhúsinu. Þá kynntist hún Ólafi. Ástin kviknaði þar sem að hann var að taka innan úr og hún að þvo skrokkana. Ástin spyr ekki kringumstæður. Þau giftu sig síðan þann 24. október árið 1961 og blærinn kvað við blöð og grein á meðan norðurljósin leiftruðu bláan himininn. Sigurbjörg, elsta barnið þeirra, var þá í móðurkviði. Sigurbjörg nú starfsmaður á dvalarheimilinu Brákahlíð í Borgarnesi, hvar Lóa dvaldi hinn síðari ár og andaðist þar. Það var henni öryggi og styrkur að vita af dóttur sinni á heimilinu. Egill Jóhann var næstelstur, hann var sagnfræðingur og blaðamaður. Hann lést, sem áður segir fyrir aldur fram, varð bráðkvaddur á heimili Lóu og Ólafs. Þyngsta raun foreldris að missa barn sitt. Eftirlifandi eiginkona Egils Unnur Björk Lárusdóttir. Guðmundur 3. í röðinni, hann verkstjóri og frístundabóndi í Ólafsvík og kona hans Þuríður Ragnarsdóttir. Þá kemur Hrafnhildur, ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Hún gift Axel Eyfjörð Friðriksinni. Og yngst Hanna Kristín Lind, læknir í Bretlandi. Hanna gift Hervé Sódatónu. Hann síðan orðinn veglegur afkomendahópur Lóu og Ólafs. Ömmubörnin eru 15 talsins, langömmubörnin sömuleiðis 15 að tölu og svo eitt langömmubarn í heiminn komið. Þau hjónin voru afar stolt af þessum hóp og það hljómaði ljúflega í þeirra eyrum þegar verið var að greina frá dugnaði og atorku þeirra sem tengdust þeim ástúðarböndum. Þau voru á margan hátt ólík, Lóa og Ólafur. Ólafur var borgnesingur að uppruna, átti meira að segja ættir að rekja til Færeyja. Þaðan nafnið Lind.
Ólafur Páll Lind Egilsson. Hann var kíminn og kankvís, svipurinn bar það með sér. Hann sagði gamansögur og ófáir nutu þess að segja slíkar sögur af honum, enda hún miklu á moða. Lóa var öllu alvörugefnari, en hún átti líka sínar kómísku hliðar, lék og söng og var listræn kona á marga lund. Hún lék til að mynda með leikfélagi Mýramanna, Grasaguddu í Skuggasveini, skakklappaðist sviðið á Lyngbrekku ásamt Gvendi og Katli Skræk. Og þá söng hún allt rödd í samkór Mýramanna, var mjög tónelsk, lærði söng skeið í tónlistarskóla Borgarfjarðar í Borgarnesi og átti eitt sinn góða Skálholtsviku ásamt söngvinum í söng og kyrrð og hvíld. Það hefði verið gott. Og utan hélt hún til Þýskalands með kórnum sínum í kórferðalag, hvar sungið var fyrir þarlenda og hafði Hrafnhildi dóttur sína sem tryggan förnuð. Lóa var einnig skapandi í höndum, prjónaði, saumaði, málaði. Og þrátt fyrir að hafa veikst af Parkinsons-sjúkdómnum, lét hún hann ekki stoppa sig við að mála eitt og annað sem gladdi augað. Og þá skal ekki gleyma þeirri list sem það að kunna að rækta garðinn. En Lóa var með garð í rækt á Hundastapa. Ræktaði það rósir og jarðaber, gulrætur og kartöflur. Allt voru það viss búdrýjindi og margt gómsætt og gott sem hún nýtti matjurtirnar í. Enda var Lóa listakokkur og þau fjölmörgu sem sóttu þau hjónin á Hundastapa heim í gegnum tíðina geta vitnað það. Það voru ófáir sem nutu velgjörða Lóu á Hundastapa. Mörg börn voru þar í sveit. Ekki bara hennar niðjar, börn víða að. Ungt fólk utan úr heimi dvaldum tíma á Hundastapa. Þarna voru þau Kristó og Frank frá Sviss, Franziska frá Pólandi og Lóa og Ólafur með orðabókina á lofti. Því hvorki enskan í önnur erlend tungumál þeim töm. Það var ekki síst á háannatímum eins og heiskap sem fólk renndi í hlað á Hundastapa til að hjálpa til. Í móttökunefndinni voru alla jafnan glaðir málleysingjar af hundakyni á borð við Týru, Kát, Tobba, Tinna, Tuma, Ljósbrá, Tátu sem flöðruðu upp gestkomendur. Þó ekki allir í einu. Þetta eru nokkrir af þeim hundum sem prýddu Hundastapa í tíð Lóu og Ólafs. Á bænum var þannig oft og tíðum líf og fjör og þá ekki hvað síst við matarborðið. Og Lóa stóð keiki í eldhúsinu og hnoðaði deigið og eldaði mat í gríð og erg. Og þess á milli spjallaði hún við kýrnar og mjólkaði og gaf sig að ánum. En Guðmundur sonur hennar hvatti hana óspart til að halda fá hennar ær. Lóa hafði nefnilega gaman á kindum. Ólst upp við blandaðan búskap, þó sauðfjárbúskapur hafi meira og minna síðan verið aflagður á Hundastapa. En þá skal eitt vera alveg kýrskýrt, að það var ríkur búskapar áhuginn sem sameinaði bændurna, Lóu og Ólaf. Þau voru nefnilega bæði bændur fram í fingurgóma, unnu vel og vandlega og náið saman að uppbyggingu jarðarinnar á Hundastapa, að ræktun hennar og nutu þess að vera í kringum skepnurnar og sinna þeim. Og þau nutu sömuleiðis ávaxtanna á marga vegu, voru stolt af sínu fólki, sínum bæ, sinni sveit. Það gáfust vissulega stundir milli stríða. Já, gæðastundir. Lóa misti vart af handboltaleik í sjónvarpinu. Hafði einlægan áhuga á þeirri íþrótt. Það ekki sé talað þegar landslið Íslands var að keppa, hvort sem það var kvenna eða karlalandsliðið. Deildarkeppni fór heldur ekki fram hjá henni og það var auðvitað mjög mikil veisla hjá henni þegar karlalandsliðið var að keppa erlendis á EM eða HM. Þá var sannkölluð spenna í loftinu og Lóa einbeitt í stuðningnum. Og þegar kom að ferðalögum, þá var henni ekkert sérlega vel við að ferðast, en þrátt fyrir það voru ferðir samt farnar þar sem að Hanna, dóttir hennar, flutti út fyrir landsteina og hefur búið erlendis árabil,
en hún fór til Ungverjalands til náms og býr nú í London. Til þessara staða ferðaðist Lóa, að því ógleymdu að hún var viðstödd brúðkaup dóttur sinnar í París, borg ástarinnar. Og þá skellti Lóa sér til Færeyja á ættarslóðir eiginmannsins, hitti þar fyrir ættmenni hans, vel var henni fagnað ásamt ferðafélugum, gestristni Færeyinga engri lík. Það gat síðan hent síðsumars að afloknum heyskap að fjölskyldan á Hundastapa legði upp í ferði norður í land. Bændagisting var þá vel þegin, því hvorki Lóan í Ólafur mikli tjaldbúar. Í einni slíkri ferð punkteraði hjá Ólafi eins og sagt fyrir norðan. Það að segja hann með sprungið dekk undir bílnum. Og það þótti þeim hjónum vinalegt að sjá fólk vera svona duglegt við að vinka þeim fyrir norðan, þá grunlausum ástand dekksins. Á Hundastapa var nokkuð veglegt bókasafn. Húsráðendur voru bókelskir og lásu sér til gamans og til gagns. Þar mátti finna nokkuð af sjálfshjálparbókum og bækur andleg og spiritísk málefni. Lóa hafði mikinn áhuga á slíkum málefnum og áhrifavaldur í þeim efnum var ekki hvað síst Snorri á Fossum, dugandi bóndi og hestamaður í Borgarfirði og landsþekktur söngvari sem gat séð óordna hluti og veitt hjálp í veikindum. Lóa var því handgengin bæninni og ól þá von ávallt í brjósti að hitta liðna ástvinni aftur á eilíðargrundunum grænum. Og þá erum við komin hringinn. Þegar við á þessum tíma vonar og eftirvæntingar sem aðventan væntum þess að við sameinumst fólkinu okkar aftur að jarðvist lokinni. Konungurinn kemur til þín stef aðventunar. Hann kemur sem lítið barn, sem upphaf lífs. Nýfætt barn sameinar fólk. Fjölskyldurnar koma saman í kringum barnið. Það stýrir oft ferðinni ómeðvitað. Það einmitt það sem gerir komu drottins heilaga og fallega inn í þessa veröld. Og þar sem eilíðin drottins, þá eins og í hérvistinni, megum við vænta endurfunda með liðnum ástvinum frammi fyrir augliti Guðs sem var, og verður. Megi sá sami Guð varðveita og blessa hana Lóu meðan að þið geti ekki fylgt henni lengur. Og blessun fylgi öllum björtum og kærum minningum ykkar kæra fjölskylda og vinir og samferðafólk Ólafar Guðrúnar Guðmundsdóttur frá Hundastapa. Brákarhlíð í Borgarnesi var heimilið hennar síðustu ár og þar andaðist hún. Hér hljóma þakkir frá aðstandendum til starfsfólks heimilisins fyrir einstaka alúð og umönnun og umhyggju. Og svo eitt að endingu. Hver veit nema Ólafur segi nú Lóu sinni, hvort maður setji geitafjöður í hattinn eða á hattinn með sínum kankvísa svip og Lóa brosir í kampinn. Hósanna syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum. Guð blessi ykkur öll á vegi sorgar í átt að ljósi vonar á helgri aðventu og jólum. Amen. Kroppar þar gras hjá grænni
dreifum fjöllum yfir skýrð, ein þar huldufólks byggð. Bátur í vör með brostna rá, bíður þar sinna endaloka. Lagði hann forðum landi frá, leiðina til þín fjörðin blá. Aldrei mun honum ástin mín áleiðis róið til þín. Fetar þar létt fífusund, folaldið sem í voraralið. Aldrei ber það óttustund, ástina mín á vinarfund. Grær yfir leiði, grærum stein, gröfin týnd og kirkjan brotin. Grasrótin mjúka, græn og rein, grær yfir huldufólksins bein. Grær yfir allt sem eitt sinn var, ástin mín hvílir nú þar. Guð aðventunnar, Guð vonarinnar, Guð friðsins sem æðri öllum mannlegum skilningi. Við áköllum þig í sorg okkar og söknuði og sömuleiðis í þakklæti, og við biðjum þig huggun þína og frið. Hjálpaðu okkur að efla þá trú í hjörtum og von að Lóa lifi í ljósi þínu og eilífum kærleika. Viltu beina huga okkar að því ljósi og viltu styrkja okkur í því að vænta þess kærleika. Viltu hjálpa okkur að draga ávallt fram bjartar minningar og myndir af Lóu þegar hún var kát og glöð og stolt af barnahópnum, fjölskyldu og vinum, þegar hún var umvafin ást og hlýju samferðafólksins. Guð, viltu gæta hennar og viltu gæta okkar á sorgarvegi. Viltu vera með ástvinum Lóu, afkomendum öllum og vinum sem syrgja og sakna. Og viltu gefa að minning hennar verði stöðugt ljós sem lifir í hjörtum allra. Þannig leggjum við allt í þínar hendur, Drottin, og treystum því að þú munir vel fyrir sjá. Og allar bænir okkar sameinu við þeirri bæn sem þú kendir okkur, og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Be
veg þeim öllum vísa, villir fóru leið, hafa týnt sinni hjörð. Þú leiðir oss Drottinn að lindunum hreinu, þú ljósið þitt kveikir við himnanna stól, tíma þó syrti, þá brátt aftur birti, þú breiðir út þinn faðm og veitir oss skjól. Hér flytjum þér lofgjörð, þú lifnar og græðir og léttir oss göngu í stormanna klíð. Frá ánauð og helsi, gef hjörð þinni frelsi, þín hjálp jafnan nær og Guð veit oss frið. Veit oss þinn frið. Lofaður sé Guð kærleikans, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Já, minnumst orða Jesú hann sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig, mun lifa þótt hann deyi. Ég lifi og þér munuð lifa. Ólöf Guðrún Guðmundsdóttir, Lóa á Hundastapa. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn Guð, gef dánum ró, en þeim líkn er lifa. Amen. Ævi
Drotti blessi þig og varðveiti þig. Drotti láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Fjölskylda Lóu þakkar allan samhug og vinarþel og vill bjóða viðstöddum að þiggja veitingar í félagsheimilinu á Lyngbrekku strax að lokinni athöfn. Það stefnt að því að fara frá Lyngbrekku klukkan 4 í kirkjugarðinn á Ökrum á Mýrum þar sem að hún Lóa verður jarðsett. Nú verður kistan borin út og hún verður lögð á kistustóla hér fyrir framan kirkjuna þar sem að þið geti gengið að, syngt yfir og hvatt. Kæru vinir, Guð gefi ykkur hugveikjandi aðventu og friðsama jólahátíð framundan. Við förum í friði Drottins. Amen. Smávinir fagrir foldar skar, fífill í haga, rauð og blá, brekkusóley við mættum margt, muna hvort segja frá. Faðir og vinur alls sem annastu þeir, sofðu nú vært og byrðu þig. Hægur dúr á dagarnótt, dreymi til ljósið, sofðu rótt.
som